Hér kemur smá samanburður á kenningum Freud og Erikson í sambandi við leikinn, en þeir voru báðir með mjög mikilvægar kenningar og áherslur sem hluta af þroskaferli, en nálgunin hjá þeim áherslurnar voru mjög ólíkar. Þannig að Freud skoðaði leikinn fyrst og fremst í tengslu við tilfinningalegan og eitthvað sem kemur fram í undirmeðvitundinni, á meðan að Erikson lagði meiri áherslu á félagslegan og sjálfsmyndunar mótandi þátt leiksins. Og ég ætla að fara hérna aðeins í bera saman hérna helstu tengslin og mismunandi nálgun sem þeir eru með. Það sem sameiginlegt hjá þeim, Erikson og Freud, að leikur sé úrvinnsla tilfinninga, það sé alltaf verið að vinna úr einhverjum tilfinningum. Þannig töldu þeir báðir að leikur væri mikilvægur fyrir börn til að vinna úr innri tilfinningum og togstreitu. Freud taldi leikinn hjálpa börnunum að tjá bældar tilfinningar og langanir, meðan Erikson leit líka á leikinn sem tækifæri til að vinna úr tilfinningum, en hann lagði áherslu á hvernig leikurinn hjálpast til við að takast á við ótta, sektarkennd eða vanmátt. Þeir litu líka voru sammála það að leikurinn væri æfing fyrir raunveruleikann, að þetta veitti börnum tækifæri til að undirbúa sig fyrir hlutverk og aðstæður sem þau myndu mæta þegar þau yrðu fullorðin. Freud sá þetta sem leið til að ná valdi yfir kvíða og erfiðum aðstæðum, meðan Erikson leit á leiki sem svona félagslegt svið þar sem þau börnin eru að æfa sig í samskiptum og hlutverkum. Þetta er dálítið ólíkt þarna á milli. Þeir líta líka báðir á leikin sem að það sé verið að tjá eitthvað sem er að gerast í undirmeðvitundinni. Freud taldi leikinn þannig endurspegla innri togstreitu og dulda hvata eins og löngun og ótta, á meðan að Erikson beindi meiri áherslu á félagslega og menningalega þætti, en hann var samt sammála að leikurinn gæti varpa ljósi á einhver tilfinningalega átök hjá barninu. Freud skoðaði, það er undirmeðvitundin, áhersla á undirmeðvitundinni, það var Freud. Freud skoðaði leikinn sem leið fyrir börn til að vinna úr bældum tilfinningum og ómeðvitum hvötum, og hann tengdi leikinn við hvatakenningarnar sínar, sem er frumsjálfið og yfirsjálfið, og taldi að leikurinn endurspeglaði hvernig barni stjórnaði þessum þáttum. Þannig tengist leikurinn endurtekningahvötunni, þar sem börn leika sér ítrekað með atburði sem veldu þeim kvíða til að ná valdi yfir þeim, þau æfa sig aftur og aftur. Erikson lagði mikla áherslu á félagslegu tengslin og sjálfsmyndina. Hann lagði meiri áherslu á hvernig leikurinn tengist félagslegum og sálrænum þroska. Leit þannig á leikinn sem vettvang þar sem börn æfa hlutverk og þróa sjálfsmynd sína, sérstaklega í hlutverkaleikjum þar sem þau kanna tengsl og hlutverk í samfélaginu. Erikson tengdi leik við mismunandi þroskastigi eins og frumkvæði gegn sektarkennd 3–6 ára, iðni, vanmáttarkennd 6–12 ára, og þetta hjálpar barninu við að ná stjórn og hæfni í ákveðnum aðstæðum. Þeir eru líka með mismunandi nálgun á tímanum, á hvaða tímabil barn sé að vinna eða beina athygli að. Freud beindi þannig athyglinni meira fortíðinni og hvernig fyrri reynsla og bældar tilfinningar koma fram í leiknum, á meðan Erikson var með víðari sýn og horfði bæði á fortíðina og framtíðina og lagði áherslu á hvernig leikurinn undirbýr börn fyrir framtíðarhlutverkið. Tilgangurinn með leiknum, samkvæmt Freud, að leið til að takast á við innri átök og draga úr kvíða, meðan Erikson leit á leiki sem skapandi ferli sem stuðlar að félagslegum samskiptum, sjálfstrausti og tilfinningalegum þroska. Og dæmi hvernig kenningar þeirra geta tengst leik, ef við horfum bara á leik með dúkku, að Freud taldi að leikurinn gæti endurspegla dulda löngun til að stjórna en á valdi á tilfinningalegum aðstæðum, til dæmis umhyggju sem barnið vill fá eða gefa, á meðan Erikson leit þannig á að leikurinn gæti verið leið barnsins til að kanna og æfa foreldrahlutverki eða þróa sjálfstraust í hlutverki þess að sjá aðra. Dæmi hvernig kenningarnar áfram að þar sem þau eru að leika eitthvað óþægilega reynslu eða leika eitthvað atburð, að Freud taldi þetta vera dæmi þessa endurtekningahvöt sem ég minntist á hérna framar, þar sem barnið reynir að ná stjórn og kvíðafullri reynslu, á meðan Erikson segir að leikurinn hjálpar barninu að þróa sjálfsmynd með því að takast á við erfiðar aðstæður og öðlast tilfinningu fyrir hæfni. Samantekt á þessu að þrátt fyrir mismunandi nálgun beggja þá leggja þeir báðir áherslu á leikinn sem mikilvægan þátt í þroska barnsins, bæði til að vinna úr innri tilfinningum og til að þróa sjálfsmynd og félagsfærni. Freud leit þannig á leikinn sem leið til að vinna úr undirmeðvituðum tilfinningum og kvíða, með áherslu á bælingu, ýmsum innri átökum og svona endurtekningahvötinni, á meðan Erikson leit aðallega á leikinn sem félagslega og tilfinningalega uppbyggingu þar sem börn kanna hlutverk, þjálfa sjálfstraust og undirbúa sig fyrir þátttöku í samfélaginu. Þannig að þið sjá að þetta er aðeins ólík nálgun hjá þeim báðum þó þessi báðir að fara eftir þessari sálkenningarlegu aðferð.